Þegar við erum að tala fjölskylduna getur verið gott að æfa sig í fingrastöfun og stafa nöfn allra fjölskyldumeðlima. En eins og þið munið, þá var ég búin að segja ykkur frá því að við stöfum nöfn fólks ekkert alltaf aftur og aftur. Við gefum fólki nafnatákn. Þau geta tengst útliti eða jafnvel fyrsta staf í nafni viðkomandi. Ef við erum að tala systkini, þá röðum við þeim á fingurna. Elsta systkini kemur á þumalinn og svo raðastu þar fyrir neðan. Táknin mamma og amma eru mjög svipuð. Það munar bara einum fingri. Sjáu þið mamma, svo bætið fingri, amma, bætið öðrum við, langamma, bætið enn öðrum við, langamma. Það eins með pabbi, afi, langafi og langafi. Ef við erum að tala foreldra, þá setjum við táknin mamma og pabbi saman og það verður foreldrar. Táknið foreldrar. Táknmál er lifandi mál og þróast mjög hratt. Í samfélaginu eru til nokkrar útgáfur á táknunum mamma og pabbi. Í dag notum við þetta mamma og pabbi. Þeir sem eru svolítið eldri nota mamma og pabbi og enn eldra fólk það notar mamma og pabbi. Það eru til 3 kynslóðir af þessu tákni. Í lokin ætla ég aðeins að rifja upp tákn tengt fjölskyldunni. Mamma, pabbi, amma, afi, systir, bróðir, frænka, frendi.